Sunneva. Má bjóða þér upp á te? Já, takk. Endilega. Heyrðu með þú hellir upp á te. Þá ætla ég að tala svolítið. Sko, þannig mál með vexti. Að ég ætla bara að taka það fram, krakkar mínir. Ég veit að ég sagði Bruce Lee í stað fyrir Bruce Willis. Hvað meinur, þeir eru alveg eins fyrir það? Þeir eru ekkert eins. Ég veit það. Þú veist, við föttum það áður en þátturinn kom út. Já. Þetta var bara þannig við tókum upp, svo fór ég heim, ég var eitthvað, býttu. Fór bara svona hugsa þáttinn, var eitthvað, býttu. Og það var enginn búin að segja hvernig þá en eitt þannig. Bara, þú veist, ég var bara heima. Fattar þetta bara sjálf. Bara fatta þetta, ég bara, ekki sagði ég Bruce Lee. Svo var ég bara eitthvað. Þú sagði það líka ekki einu sinni, þú sagði það svona 10. Já, svo hlustaði ég tilbaka, núna eftir að þátturinn er komin út. Já, ég segi þetta svona allt of oft. Já. Með það að ég sé bara 100% að mismæla mig, þú veist, ég er bara óvart að nota vitlaust eftirnafn. En það er bara allt í góðu því ég fatta þetta ekki einu sinni. Nei, en þeir sem eru reiðir út í okkur bara verið bara reið af því að þetta kemur fyrir. Þetta mun koma fyrir. Já, 100%. Og svo tala ég sem sagt Zoe Kravitz. Jason Momoa er ekki með henni heldur mömmennar. Og svo sendir mér eitthvað að Tyra Banks á son, þannig að við erum búin að leiða þetta allt. Takk fyrir og bæ. Þátturinn er búinn. Nei, við ætlum að gera bara gott úr þessu. Já, algjörlega. Og við höfum ákveðið að setja upp drykkjuleik. Já. Og við munum vera að taka niður skorinn. Eins og þá er þetta 3-0 fyrir mér. 3-0. Ég er örugglega eftir að ná þér á endanum, sko. Þannig að það er 1 skot fyrir hver unfakt, vitlausan fakt. Fyrir hver mistök. Í rauninni. En við náttúrulega getum ekki fara að drykkjuleik strax, þannig að við erum að safna þessum skorum. Við ætlum að verða alveg Hugafullar. Við skulum á meðan við þetta þá var Birta strax svona drunk. Þú ert tipsy núna, sko. Já, það í rauninni. Já. Þá ætti ég bara að vera, já. Ég er náttúrulega bara að fara heim og skammast mín en allt er góð. Nei, þetta mun koma fyrir og þú veist, bara disclaimer, bara við erum ekki að segja allt sem er 100% rétt. Að sjálfsög ekki. Bara 90% af þessu er að fara að vera vitlaus, skilur. Eða ekki, maður veit aldrei. Og svo getur maður oft mismælt sér bara líka og það er bara oft þannig. Og svo líka, það er ekkert allt 100% rétt á internetinu. Þú veist, eins og í dag var ég að rannsaka málefni sem við erum að fara að ræða. Og það fór eftir síðunum sem ég var á í talandi svona útgáfa ára eða hvað fólki var lengi saman. Það er bara misjátt milli síða. Algjörlega. Þannig að þú veist, það er rosalega bara, það er engin samræðni á milli greina sem maður er að lesa, sko. Er raunin ekki. En við erum að gera okkar besta. Ég kíki ekki bara eina síðu allir 2, 3, 4. Já. En it is what it is. Takk fyrir teballan. Það er góði. Ég er rosalega mikil te-fan. Ég har náttúrulega alltaf verið te-fan. Ég líka, en ég er meira, ég er að sækast meira í þetta meira en kaffi núna. Það svoleiðis. Mjög ólíkt mér, ég drekk mikið kaffi. Ég fæ mér alltaf kaffi á mótana. Já. Núna, eins og ég var mjög bloated. Ég er bara mjög bloated, ég er að díla það. Þannig að ég las ekki staðar að maður er að drekka peppermint tea. Já. Þannig að ég fór bara að keypta peppermint tea og var að setja sítrun út í og það var bara góður. Og í alvörinni það virkaði. Það? Já. Og ég vil fara heim að gera smá bloated tip hérna frá Squeeze. Bara, ég veit allir díla við þetta og ég bara, ég er ekki djóka. Mér líður miklu betur heldur en gæðis. Og ég geðveikt. Thanks to the tea. Thanks to the tea. We love the tea. Ég algjörlega. Ég hef ekki verið að pröfa mig mikið áfram í bragðtegundum. Nei. Af te, ég þarf kannski að fara að gera það. Þú velur bara þessi litum. Í rauninni. Ef þetta er bleikt. Bleika te. Ef þetta er bleikt, þá vil ég þetta. Nei, en ég ætti raun að drekka mjög meira te en ég er fyrir að gera, sko. Já, með að þú bjóðst í Bretlandi, sko. Já, það er svona bara land tesins. Já, bara algjörlega. En já. En það er bara, þú veist, ég er að læra. Þú ert að læra. Við erum ennþá með bara sama teð og það er bara ennþá gott maður. Það er alveg mjög gott núna. Ég gerði þetta alveg mjög vel. Já, þú heldur upp á núna, þakka fyrir það. Heldur sér reynslan bara. Heldur sér reynslan. Hvað annars segirðu? Ertu spennt fyrir þessu málefni? Ég er mjög spennt. Áður við hendum okkur í það, þá vil ég aðeins tala um styrktaralinn okkar. Já, Lega Spa. Lega Spa, Organic Skin Care. Ég er núna búin að vera að nota glóserumið og dropana bæði E og C mikið. Elska. Svo geggjað. En líka sko, ég er að segja það, ég vissi ekki að húðin mín þurfti á þess að halda svona mikið eins og hún gerði. Einmitt. Og bara að því ég finn það bara hvernig, þú veist, þegar ég setja á mig, þetta er bara 16 í húðina og húðin mér er bara svona eitthvað, takk fyrir. Já, bara loksins er hún að fá næringuna sem hún bara býða eftir heil lengi. Þú veist að því að ég hef alveg verið að nota einhvers konar skincare vörur
alltaf og hef átt laugaspa, maska og þannig inn á milli. Algjörlega. En ég hef ekki verið nógu bara svona konsistent. Einmitt. Það í rauninni vandamáli mitt. Stundum teki bara viku sem ég er ógeðslega dugleg. Svo kemur bara vika sem ég er bara ógeðslega ekki dugleg. Svo verður þetta bara að vera passionið þitt. Ég er svo mikið skincare, ég veit ekki hvað orðið ég nota. Ég ætla ekki að nota perri. Nei. En ég er svona skincare, Seni, nei, veit Já, ekki. Ok, ég er mjög passionate skincare. Já. Þannig að, já, þú þarft að komast á þann vagn að þetta er svo mikilvægt. Ég veit það. Er ekki hægt að fara tilbaka. Ég veit það er nefnilega málið. En þú getur bætt þig. Ég getur alltaf bætt þig. Það er alltaf hægt að bæta sig. Já. Og ég er 100% að því og ég skal bara segja, ég set glow serumi á mig á svona kvöldin, kannski ekki alveg öll kvöld, en ég gera það núna bara svona, kannski annarkvært kvöld eða eitthvað þannig. Já. En þessi e-drópar, ég set á broti í rakakremi með mótana. Já. Og ég held fyrst bara svona, ok, meikið mitt kannski bara legur af eða eitthvað því að ég kom með bara of mikinn raka. Nei, hell no. Nei. Bara alls Húðin ekki. er all for it. Já. Já. Hvernig er þú að nota þetta? Ég er að nota glow dropana út í rakakremi mitt og annarkvort eða C. Ég er svona skipti á milli, bara svona fyrir að ég eitthvað húðum mér langar í, ég er bara svona, mér langar í í kvöld eða C. Já. Og gerur þetta alltaf á kvöldin? Já, ég gerði alltaf á kvöldin. Ok, ég nefnilega setja alveg e-drópana líka sko í rakakremi með mótana. Já, ég hef ekki pröfað það. Nei, ég hef alveg pröfað. En ég hef ekki sett glow á mig á mótana. Nei, það maður verður nógu góður í húðinu, maður verður svona órans, þegar maður vaknar verður maður svona eins og maður sé með smá tan. Já, út af gulróta fræjólínu. Nákvæmlega. Þannig að við erum mjög ánægð með þetta. Ég ætla að halda áfram að líka pröfa mig aðeins meira áfram með C-drópana. Já. Ég er svolítið búin að vera svona lína í e-drópana bara út af raka, þú veist, leysi hjá mér, en þarf að kynna, eða þú veist, í rauninu bara pröfa mig meira áfram með C. Já. Ég er spennt fyrir því. En við höfum alltaf sagt í fyrsta þætti sögðu við að við ætlum að inklúta þá sem að hlusta og horfa. Já. Og við notum TV-vikunar Instagramið í nokkuð skipti. Þannig að ég held að ég eftir að koma út þáttur líka þar sem við notum TV-vikunar Instagramið og eitthvað svona. Já, en núna erum við að nota okkar eigið. En í dag notum við okkar eigið til þess að inklúta gestina. Gestina? Já, þið eru öll gestir. Já, í rauninni. Þið eru öll gestir í TV-búin okkar. Nefnilega. Þannig að ég ætla að kalla ykkur það, gesti. Það er gestir. Velkomni gestir. En já, ég sem sagt ætlaði ekkert að gera í dag. Nei. Og svo komst þú og við vorum að ræða þetta eins, fara fram og tilbaka inn í setti og ég sagði ég veit ekki hvernig ég get inklúta þau í þessu. Þetta er náttúrulega svolítið svona tricky topic. Já, þetta er mjög tricky. Og sem sagt topicið í dag er segðu það. Og ég segi það. Já. Hverjir hafa gert heimabíómynd? Já, hverjir hafa gert heimabíómynd? Og sem er í rauninni bara, ef við ættum að translita það á ensku, það var þetta sextape. Já, sextape. Já. En heimabíómynd meira svona krútlegra orði yfir þetta. Já, þetta er líka bara heimabíómynd. Þetta er bara ekki sannlega. Og við rættum aðeins, við hefum eftir að fara svona í, að þú veist, það er komið nýr nútíma vinkill á heimabíómyndir. Já, nefnilega. Og við teljum OnlyFans til dæmis að vera einn af þeim miðlum sem hefur gert það. Nefnilega. Og þessna spurðum við í dag, og þessna spurðum við í dag vin okkar, eða gest okkar á tebúðinu Instagraminu, OnlyFans, myndirðu búið til aðgang? Já eða nei? Og hverjir eru niðurstöðunar? Það er nefnilega ekkert allt á langt síðan ég spurði. Nei. Þannig að mér langar að bíða aðeins. Bíða aðeins með það þá. Mér langar að við ræðum það aðeins og tjekkum svo. Ok. Leifum við aðeins að mjagast hann inn á tebúðinu. En varðandi OnlyFans, hvað veist þú um það? Ég veit voða lítið. Ok. Ég veit að þetta er fólk kaupir sér áskrift af myndunniðinum eða myndböndunniðinum. Í rauninni bara að aðgangninum. Já. En þú samt ræður alveg hvort að posta, hvort að porta nektarmyndum, bikinimyndum, ræktamyndum, kynlífsmyndum. Já. Ég heldur, já, í rauninni. Bara í rauninni þú 100% stjórnar. Já. Þetta er bara mitt sem þú býr til og þú fyllar hana efni sem þú vilt fylla hana af. Það er öruggt að segja að þeir sem eru að posta meira kynlífstengdu myndum eru kannski með fleiri sem eru skráðir í áskrift hjá sér. Já. Eru fleiri sem eru að borga svona subscription fee til þess að fylgjast með. En svo er líka margt annað sem er að hala hellingin. Já. Þú veist eins og við höfum kannski tekið eftir, ég er ekki að hlæja, ef ykkur er með þetta fettir svo er alltaf læg. En tásumyndir. Já. Þú veist þetta er alveg orðin líka plattform fyrir fólk svona fettis að posta
tásumyndunum sínum. Já, ok. Já. Ég var búið til þannig. Nei, sko, hefur eitthvað verið beðin að senda tásumynd? Já. Ég er ekki löngu búin að þessu. Ég veit að ég er eitthvað skrítið við að taka myndir af tásunum að sér. Fyrir mig. Mér langar bara ekki að heimurinn sjá tærnar á mér. Nei, en ég meina, þá getur þið búið til að loka hann aðgang og vera að græða á tánum. Það er bara svo skrítið að hugsa eitthvað sem ég bara eitthvað, tærnar. Ég veit, en svona er fólk misjæft. Já, þú veist, ok, ég skil alla sem gera það, geggja og græða peninga á þessu. Já. En ég gæti ekki verið bara eitthvað, vitandi að það er eitthvað að horfa á tærnar mínur og bara eitthvað, vá. Ég get það alveg, það væri fyrir rétt þessu. En þú veist, skilur Ok, þannig að þegar ég fær spurningu og sendu mynd af tánum þínum. Testum Er það vörusvik? Já, það er í raun vörusvik. Já, það er það. Ég er líka ekki með fallega tær. Nei, ekki heldur þess að myndi ég ekki gera manneskju það. Engin mynd af mínum tám. En já, þú veist, aðgangurinn á OnlyFans getur bara verið stjórnar þér 100% hvernig þú vilt hafa það. Ok. Og það er hellingur af, þú veist, misjöfnum aðgöngum. Ég held að séu margir sem bara stofna svona og eru bara að reyna að fá fólk inn og eru kannski bara svona að posta meira úr, þú veist. Eru ekki líka bara að posta Instagram myndunum sínum? Jú. Bara eins og Instagram er leikur sig. Ég hef heyrt það. Að stelpa sig bara að gera það fyrir það og samt fá pening fyrir það. Bara hey. Why not? If it makes money, it makes sense. That's true. Nei, ég er ekki næst. En OnlyFans er samt alveg orðið núna bara tekjulind fyrir suma. Þú veist, það eru margar stelpur eða kallmenn eða strákar, whatever, skilur. Það eru margir sem lifa af OnlyFans í dag. Já, algjörlega. Þetta er orðið bara eins og bara annar, bara svona influencer miðl plattform. Í rauninni, sko. Bara eins og Instagram nema bara aðeins öðru í þessu koncept. Já, bara, þú veist, subscription based. Nákvæmlega. Og ertu búin að horfa á Social Dilemma á Netflix? Ég er búin að horfa á hana. Ok, hvað fannst þér? Ég sofnaði. Ég líka. Ég var bara eitthvað, ok, I get it. Ég var bara, hvað er ég að horfa á sem ég veit ekki nú þegar? Það er það sem ég hugsaði líka. Ég sagði mér, þú veist, vorum að ræða þetta í vinnunni og ég sagði mér bara svona, ég veit þetta allt. Já. Þú veist, það komir ekkert á óvart. Nei. Sorry, en Ég var auðvitað. ekki neinu sjokki yfir þessa mynd. Nei, en þetta er kannski ekki marktækt frá okkur. Nei. Að þið verum að læra markaðsfræði. Einmitt. True. Skilurðu mig? Já. Hanna, manneskja sem er ekki læra markaðsfræði, kannski veit ekki þetta allt. Nei. Og hey, I get it, skilju, 100% skilða. Og þetta er óslega áhugavert. En ef þú ert að vinna í þeim geira eða læra inn á þann geira, að þú veist, hvernig sé hægt að nýta gögn til þess að markasetja og græða því, þá kemur þetta ekkert óvart. Nei, kannski var þetta þess að bara svona skóladæmi fyrir okkur. Já, kannski. En þetta er alveg góð forráðnamynd, skilur við. Fólk passa sig bara að vera ekki eða ómiklum tíma og hvað maður verður háður þessu. 100%. Algjörlega. Og líka sem ég ætla bara að segja, þau segja þarna, if the product is free, you are the product. Og hugsaði þarna, ok, Instagram fyrir okkur, frýtt. Við erum bara notendur og það er frýtt að allir geta að downloada Instagram eða byrja Instagram. OnlyFans, það er þú að borga. Já. Skilu, þannig er aðeins munurinn. Þú veist, þannig er tveir rosalega svipaði miðlar þannig séð, þú veist, sem snýst það að byrta myndir. Já, myndbönd. Hann kannski orðið meira svipaður heldur hann til að byrja með. Var þetta ekki til að byrja með meira svona aðeins meira svona nektar, þú veist, ég veit sko ekkert um þetta. Nei, ég veit í rauninni ekkert hvernig hann byrjaði, en ég bara svona hugsa þarna ert að borga fyrir vöru. Já. Í stað fyrir á Netflix ertu varan. Nei, Netflix. Það er röglega líka. Nei, það ertu að borga. Nei, en fyrir stað fyrir Instagram þá ertu þú veist varan. En þá er samt manneskjan orðin varan. Já, það er rauninni þú ert bara búið til vörumerki og sjálfur þér. Eins og maður gerir á Instagram. Þannig að þetta er svona tvennskonar, sko. En þú ert ekkert með, þú veist, þess að margir, náttúrulega bara flestir, eru með Instagram bara fyrir vini og fjölskyldu, skilur við. Þú veist ekki með OnlyFans fyrir vini og fjölskyldu. Ég vona ekki. Nei. Jú, að finna alltaf eftir hvað þú ert að byrta. Algjörlega, kannski myndu bara alveg sviftast yfir í bara Instagram. Já, bara svona venjulega myndir, skilur, bara fjölskyldu vænar og myndir. Maður veit ekki. Ef þú væri að fá dollara á mánuði fyrir alla followers, skilur, það er alveg fýtt peningur. Já, örugglega. Fyrir þig. Ok, tjók. En já, ég væri með 500 kall, ok. En já, en þú veist, já, OnlyFans náttúrulega bara, þannig er, ok, talandi farna svo off-board, whatever, talandi svona heimbíómyndir. Þannig er miklu, þú veist, í dag, með við tímana þá sem við erum að fara að ræða, þú veist, við erum að fara að ræða mikið í kringum 2000. Ná, í kringum það í rauninni. Algjörlega. Að í dag versus þá,
þú veist, að í dag þetta ekki eins tabú. Þetta það ekki. Nei, sem bara mjög jákvæð breyting, ótrúlega jákvæð. Og ég held að það sé svolítið OnlyFans að þakka. Já, ok. OnlyFans ekki alveg það gamalt. Nei. En þú veist, ég að tala ok, það líka náttúrulega bara líka bara allir sem hafa lent í þessu mástu byltingin. Já, bara allt þetta. Já, svona revenge-porn, allt það. Að maður er miklu meðvitaður allt, skilur, og hvað allt hefur mikil áhrif á mannesku. Þú veist, þegar þeir að dreifa ykkur svona. Þetta bara no. Manstu líka bara svona, þegar við vorum yngri, þá var alltaf að segja bara svona, allt sem þú setur á Instagram, eða þú veist, allt sem þú setur á neti. Já, allt bara sem þú tekur á Snapchat og allt. Allt bara þetta mun hafa áhrif á, þú veist, vinnuna inn í framtíðinni og eitthvað svona, bla 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 bla. Veist, ég trú ekki að ég og þú erum einhvern veginn yfirmenn í einhverju fyrirtæki að ég hugsi svona. Ég trú ekki ég muni fara inn á Instagram-miðl hjá þeim sem að sækja og hugsa, nei þessi fær ekki vinn út þessu. Nei, mitt. Þú veist, þú geti grafið upp alls konar myndir og mér og mennskóla sem að fattar mig. Ég myndi aldrei dæma einhvern annan fyrir að, þú veist, ég veit ekki. Það er svolítið rosalega mikið að því ennþá í dag, sko. Það það nefnilega. Það er rosalega. En ég að tala okkar kynslóð. Já, algjörlega. Ég trú að við gerum betur. Sorry. Já, algjörlega. Við viljum ekki sjá þetta, sko, líka þetta bara svo eðlilegt í dag, að embracea bara líkama sinn og bara vera stoltur að hann, það ekki eins mikið tabú að það fyrir eldri kynslóðum. Nákvæmlega, og bara, sorry, þá þessi eldri kynslóð bara aðeins óryggari. Algjörlega. Það bara hlýtur að vera. Þetta bara ekki þeirra norm. Nei. En við erum bara all for it. Einmitt. Og ég elska það. Já, ég líka, 100%. Já. Og sko, ég átti vinkonu út í Boston og hún sagði mér hún var frá Norri og hún sagði mér að hún hafi ekkert verið með vinnu og þar hafi yfirmaðurinn hennar viðurkennt það að hann læti hakkara fara inn á Facebook síður hjá þeim sem eru nýorðnir starfsmenn, þannig að þeir eru orðnir starfsmenn og sjá hvers konar myndir eru á til flestum albúmum. Ertu að djóka? Nei. Ertu að djóka? Hún sagði mér þetta og ég var bara, þú veist, þetta er bara stranglega bannað. Hún bara, ég veit það. Það er bara hægt líka? Já, allt er hægt. Þetta er ekki lagi. Nei. Ég er sjokki. Ég var alveg bara svona, vá. Og hún sagði mér þetta bara, skilur. Og ég fór svona afnýtun. Ég bara, nei, þetta getur ekki, þú veist, bara, það getur þetta ekki verið, skilur. Ég var bara eitthvað, nei, þú veist, þetta í alveg gert? Og hún bara, já, hún bara sagði þetta um mig. Alveg þér? Hvað, þú veist, ég spurði ekki henni, þú veist, hvað gerði þú, skilur? Nákvæmlega. Ég hef verið bara, þetta er svo mikið violation of your privacy, skilur. Þú ert actually að læsa þessum albúmum fyrir ástæðu. Algjörlega. Líka oft, þú veist, ég er með svona nokkur albúm á Facebookinu mínu sem bara læst að þetta var bara til dæmis ég að senda þér myndir eða eitthvað. Algjörlega. Og þú veist, það er bara svona myndir fyrir þig, Sunneva, og svo er þetta bara þú með aðganga sem myndir. Já, nákvæmlega, bara endurstu myndum, já. Maður notaði þetta í staðin fyrir svona WeTransfer og svona, já, algjörlega. Þú veist, ég er líka bara með myndböndur myndbönd. Myndir af mér bara í Harry Potter búningum, skilur, þú veist, þetta er ekkert eitthvað maður er bara að læsa albúmum af því að þetta er bara, þú veist, basically til að skeima þér, skilur, til að seifa þér. Nákvæmlega, þetta er ekkert eitthvað, þú veist. Það er ekkert eitthvað þess að sé eitthvað að vera leyndamál, skilur. Nei. En OnlyFans, getur farið svo mikið í kringum þetta. Bara, já, miðill sem að þú veist, í rauninni færð fólk til þess að verða, þú veist, annarkvort ert þú subscribed á eitthvað, eða þú ert með subscribers á þinn aðgang eða bæði. Já, það er bæði hægt. Já. Mér langar að sjá inn á hann plattform, þú veist, hvernig er svona innra netið að fatta það. Ég veit ekkert hvernig það lítur út. Ég hef sko lengi alveg pælt í því af forvitni sögum. Ég er ógeðslega forvitni manneskja. Og Black China til dæmis, hún er að fá góð tekið út úr þessu. Og er alveg svona hardcore OnlyFans notandi. Já. Og hún er alveg að byrta, þú veist, bara myndbönda sér, þú veist, á rassinum í, þú veist, í sundlauginu sinni og bara eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona geggjað, sexy, hot, eitthvað dæmi. Og hún postar svo oft á Snapchat og ég er ennþá með hann á Snapchat. Því ég var að fylgjast minni þar þegar hún og Rob Kardashian voru saman. Já. Og ég er bara ennþá með hana. Ok, er þetta svona gamalt? OnlyFans? Ég veit ekki hvað er gamalt. En ég er bara að tala um, ég er ennþá að fylgja henni á Snapchat út af því hún var með Rob, sko. En hún er núna bara, þú veist, síðastlega ár kannski, alltaf að byrta svona brot af því sem hún er að byrta OnlyFans og alltaf að swipe up from my OnlyFans. Já, meinar, svona að promóta sig þar. Já, bara til þess að fá, þú veist, í rauninni svona bara subscribers. Og ég er alveg orðin svona pínu forvitin. Einn daginn mun ég verða áskrifandi á ykkur bara til þess að sjá inn í þetta. Já, nákvæmlega. Bara fá innsýn. Mér langar óslega að sjá inn í þetta líka. Bara svona, hvernig appið lítur út, ég veit ekki hvort það sé hvítt, svart, blátt, þú veist, ég veit að það er litinir. Hvernig allt er. Já, nákvæmlega. 100%. Og svo líka
veit ég að það sé hægt að senda mynd sem svona pay-per-view já, eins og hún Bella Thorne gerði já. hún sem sagt plataði eitthvað þú veist, sína subscribers á hún sagði í texta bara hvað ég að fara að senda eitthvað svona, ég að fara að senda hvort hún sagði nægt að mynda eitthvað í þá áttuna allan í eða að því það var pay-per-view mynd $200 sem að kostaði til þess að opna hana mjög hátt, já mjög hátt og svo var þetta bara mynd á henni í bikini sem hún alveg getur sett bara á Instagram skilja bara ekkert svona þessi basically segja þannig þessi mynd hefði ekki verið bönnuð af Instagram nei, nákvæmlega skilja mig, þetta var bara eitthvað svona bara frekar venjuleg mynd já. Fólk var mjög vonsvikið, eða ekki? Jú. Svo sem borguðu fyrir þessa mynd. Þetta vörusvik. Já, þetta basically vörusvik. En samt, þú veist, hún bara að selja myndina sína og þau ákveðu að kaupa hana, skilur við. Það rétt. En ég veit ekki alveg the facts hvort hún hafi skrifað þetta nektarmynd. Ef hún gerði það, þá var náttúrulega bara mjög illa gert að basically ljúga, skilur við. Já, hún bara að fá peninga í staðin fyrir það, skilur við. Einmitt. En ég var svo ekki eitthvað að núna má ekki rukka svona hátt út af þessu máli. Það er búið að minnka, OnlyFans sagði að það var ekki út af þessu máli. En það var að gerast bara beint eftir. Gerast beint eftir og þá líka lækka það sem hægt að tipsa bara svona þjórfjö sem svo gerir við, þú veist, þjóna og þú veist, eins og sumir gerir við strippara og þú veist, það þetta, þú veist, svona tipsa, en það var líka lækkað. Já, meinar. Svo upphæð. Og þeir sem vinna við kynlífsvinnu og hafa verið að nota til dæmis OnlyFans, það er margir sem vinna við kynlífsvinnu í heiminum og hafa til dæmis verið að nota OnlyFans á meðan COVID í gangi að þeir geta ekki sinnt vinnu sinni eins og hafa verið að gera að það fólk var mjög reitt sko. Trúi því. Já. Þetta alveg mikil tekilind fyrir þau að tekið tap. Já, þetta það. En OnlyFans, mér finnst þetta spennandi á ég að tjekka hvað hún búin að fá? Já, tjekkum. Hvort það séu margir sem að myndu gera eða myndu ekki gera. Það er alveg nokkru Íslendingar sko. Já. Veist það? Á OnlyFans. Já. Ég held að það sé alveg vinsætlega en maður heldur. Ok, fyndi, já, 100%. Bara strax á vorum request á tebóðið Instagraminu. By the way, nú getur við sagt nafnið. Já, tebóðið. En tebóðið, við finnum þetta bara að við skrifum tebóðið. Svo mynd af okkur. Já, fyrsta sem ég opnaði það, þá er komið request. Ég opnaði bara strax. Já. Eitthvað sem ítti á já og segja, oh my god, þetta að segja nei. Ég ger þetta svo oft sjálf líka. Móta og ert eitthvað vittlist, eitthvað svona, á ég að senda, svo svona, ert eitthvað að fara yfir hvað sagði já eða nei, ég veit ekki. Nei, bara taka fram strax, við erum aldrei að fara að nafngreina neitt. Nei. Frekar hann að vill það, sko. 100%. Við myndum aldrei gera það, við erum ekki sem fara að skoða hver að segja já og hver nei. Þetta er bara prósentan, sko, sem við viljum reyna að sjá. Algjörlega. En eins og núna, þetta er bara búið að vera inn í cirka 25-26 mínútur. Já. Ekki mikið. Þá er prósentan 77% nei. Ok. Og 23% já. Já. Þetta getur náttúrulega breyst áfram. Já. Það eru bara 130 sem hafa tekið þátt. Ok. Það er svona frekar margir. Já. En það er alveg, þú veist, en það eru 30 mann sem sögðu í rauninni. Já, kannski er það bara ekki orðið eins, hvað segir maður, normalina á Íslandi. Ég held að það sé rosalega vinsælt úti. Og bara mjög, ég er bara svona, algengt. Ég held það nefnilega líka og ég held líka því að úti þá getur svolítið verið að gera þetta. Og ég veit hvað það erst. Já, og svolítið bara svona haft þetta sem eitthvað svona auka. Eins og við vitum öll skilur, það er bara allt annað mál með Ísland. Já, algjörlega. Við þekkjum alla, einhvern veginn, allir þekkja alla. Það væri auðvelt að finna út hver þetta væri. Er svona íslenskur algoritmi heldur á þessu? Kemur þetta explore á Íslandi eða ertu tengjast bara við eitthvað bara út í heim í Ástralíu eða? Ég held sko bara að þú þurfir, þetta er náttúrulega bara allt læstir prófílar. Já, alveg rétt. Og ég held að þú þurfir bara svolítið að auglýsa skilur þinn eigin prófíl. Hvernig ertu að auglýsa þig eða þú vilt ekki að neitt finna þetta? Það er bara málið, þá þurftir að vera með einhvern annan miðil eins og Instagram eða Twitter eða eitthvað, eða YouTube channel eða eitthvað sem auglýsa þetta. En þess vegna var þetta allir mjög vinsælt fyrir þeir sem eru í eitthvað svona kynlífsvinnu eins og kannski svona webcam-stelpur og eitthvað þannig. Það var ótrúlega auðvelt fyrir þær sem voru kannski komnu með eitthvað regular customers, skilur auðvelt fyrir þær að fá fólki sett yfir á OnlyFans. Já, nákvæmlega. Er þið vissulega pottitt erfiður á Íslandi? Það er samt alveg ykkur Íslendingar á OnlyFans að ég held. Já. Veist já, 100% ykkurir. Já, ég held það sko. Já, og og ef þú ert einn af þeim
og ertu OnlyFans, please bara, þú veist, ef þú ertu opið með það, hit us up, það verður geggjað að tala um það. Ég var til að fá þér viðtal bara. Já, bara, þú veist, bara kennslu. Já, ángurs, ég veit ekkert hvað þetta. Og hvað fólk að biðja um. Já, það verður gott að fá svona insight inn í OnlyFans heiminn. Já. Það verður geggjað. Herru, stjörnur sem hafa gert heimbíómynd. Hvað ertu með, Birta, fyrir mig? Sko, þetta ekkert svo langur listi. Ég skal alveg viðurkenna það. Það eru, þú veist, þegar ég var að researcha þetta, að sá ég alveg hellingan öfnum, sem bara þekkti ég ekki. Sammála. Og þá bara tók ég þau ekki fyrir. Já. Það er ykkur á nútið sem veit eitthvað annað sem hefur gert heimbíómyndir, þannig að listin ekki tæmandi. En það bara gott að það sé ekki oflangur listi af því að flestir af þessum aðilum voru ekki að reyna að setja þetta út í heiminn. Nei. Eða margir allavega. Það er algengt, sko. Þannig að, já. Því miður. En ég er alveg með nokkra. Já. Ég ætla að byrja á henni Paris Hilton. Já. Okay. Það er mjög þekkt að hún gerði það, er það ekki? Það er mjög þekkt og sko málið bíómyndin hennar eða heimildamyndin hennar á YouTube var að koma út. Já. Bara núna í þessari viku. Ok, hvað þarf að horfa á það? Hún heitir This is Paris. Þar sem hún bara að fara svolítið yfir, þú veist, lífið sitt og hvernig að vera Paris Hilton, hvernig hún ólst upp, hvernig hún bara búin að vera í karakter öll þess ár að hún segir. Og þú veist, já, ef hún segir það, hún meina. En og þar, þú veist, hún talar ekkert eitthvað mikið þetta. Jú, þetta er alveg rætt. En það sem ég fannst svolítið svona áhugavert við bara This is Paris ég eftir að horfa á hana en ég hlustaði á podcast hana þú veist, myndina þannig ég á eftir að þú veist horfa á hana alveg en ég get sagt að það sem ég lærði í rauninni á því að hlusta að hún var algjör vandarálingur fyrir foreldra sínum og þú veist foreldrarnir er rosa svona private, vilja ekki vera út í þú veist, vilja ekki vera Já, og maður færð svona smá insight inn í það í Housewives Real Housewives of Beverly Hills svona hvernig, ekki Kathy mammenar? Kathy mammenar Já, einmitt, já ég skil svona típutnar þú veist, þau vilja bara vera mjög private og hún sem bara úlingur, skilur, ríkur úlingur þannig að ég Hollywood á þeim tíma áttu einna frægustu fjölskyldu á þeim tíma, skilur bara, þú veist, Hilton Empire Nákvæmlega að þau töldu að vera bara svona vandræðaling og hún talaði það, mér fannst það bara svo áhugavert, ég verð bara að taka það fram hún talaði þetta í myndinni að þau voru bara búin að vera að reyna allt og bla 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 bla, eitthvað að stoppa hana og þú veist, róa hana niður innan gæslappa og svona hún vaknaði daginn heima á sér og það verið að draga hana út What? Já, bara draga hana út úr og hún heldur bara instantly það vera, þú veist, ræna mér það vera að ræna mér þá hún sér með mér svona pappa Var þau að draga hann út? Nei, þú veist, þeir voru, það var líka kallar að draga hann út og þau stóðu þarna hún bara býtu, wow, þú veist þau eru innónitt þú veist, og svolítið confused hún var sér að sendi eitthvað svona heimaskóla hvað heitir þetta, svona heimaskóla í rauninni sem var ætlaði kannski erfiðum úlingum og fer þangað og og það er henni bara beitt ofbeldi líkamlega, andlega og hún þorði aldrei að segja neitt við foreldra sína af því að þar sögðu kennararnir þú veist, við bara eftir að segja þú svolítið ljúga Vá, hvað er hræðilegt og hún, í myndinni þá fær hún aðra sem voru líka í þessum skóla til þess að tjá sig líka þetta og segja sína hlið og allt það þannig að hún segir að hún sé lengi búin að vera að díla við þetta þetta sé í rauninni stærsti svona hennar stærsti hvað ég segja, bara svona trauma? Já, bara trauma, einmitt, hvað er þetta trauma? Áfall Já, einmitt, hennar stærsta áfall í bara lífinu þú veist líka það að þú pælir í þú ert vakin heima hjá þér þú fær ekki engar útskýringar bara... en hvar líður þér örugast þú ert svoandi heima þér pælti vera búin að spoila því fyrir ykkur Nákvæmlega það er svakalegt þú getur aldrei sofið bara rólegur og þú heldur bara allt í einhver sé bara ná í þig bara. Og foreldrænu bara gera ekkert að horfa á og þeir bara plottu þetta en hún þú veist, að mig minnir ég náttúrulega ekki búin að sjá þessa mynd ég held hún hafi verið svolítið ungan sko. Og hún var þarna í ykkur 11 mánuði að ég held það er mjög langur tími já, mér veist það einmitt líka Jesus. Og en þetta hefur svolítið spilað inn í til dæmis samböndin hennar
og þú veist, ég að koma heim að bíómynd fyrir allir það sem hlusta I'm getting there, en þetta interesting Já, mér finnst það og hún var að tala hérna hún spilaði á Tomorrowland hátíðinni í fyrra Já, það gleymist að hún tónlistakona hún DJ Já, hún DJ, já hún DJ. Og hún bara mjög virtu DJ Já, sko. ég væri til í að fara það sem hún að DJ maður. Það er gett hún bara geggjaði DJ sko. Hún sem sagt var að spila á Tomorrowland og tók þá kærasta sinn með sér þá verandi kærasta sinn Já. Hún ekki með honum í dag og var nýbúin að skila slíta trúlóðun með einhvern annan en þetta var eitthvað svona millibils kærasti sem hún átti hún tók hann með sér á Tomorrowland og hún segir, og þetta sýnt í myndinni okay. Þú veist það, there is a point to it Já. Og hún segir við hann, herri, ég þarf að gera mikið svona promo, skilur áður en, þegar við mætum hana, þarf að mætum verið viðtöl og svona, og hún sjúklega duglega að vinna hún bara sjúklega duglega að vinna, þú veist Paris Hilton hefur alltaf verið einhvern veginn fyrir framan okkur Já. Hún týnist aldrei Algjörlega. Og bara alltaf duglega að minna á sig og svona þannig að þegar það kemur að promo þannig þá, þú veist, þegar við mætum viðtöl þannig þá bara alltaf bara, já, on it og hún fer og bara þarna eitthvað svona í fullt af viðtölum bla 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 svo svona 20 mínútur þannig að hún á að stíga á svið og hún fer eitthvað inn í herbyggi myndalnar eru þarna allt það og þessi kærastinn er svolítið fúll út í hana hann bara býtu þú ert bara búin að vera að eyða tíma hérna í þetta þú ert ekkert með eyða tíma með mér og hún alveg, já, sorry, þú veist, þú vissir að ég þurfti að gera þetta já, þú ert samt ekkert með mér og tekur þetta bara fram með þér og hún alveg bara svona, já, ég var búin að láta ég þurfti að gera þetta og hann heldur áfram þangur til, það svona 4 mínútur þannig hún er að stíga á svið og hún er bara komið upp í koka þessu hún lítur bara öryggisverðina sína segir bara cut the bracelet, kick him out og hann er með svona artistaband Nei. það er bara klift og hún er með hend út Wow, the power Já, og hún segir að þetta sé þú veist, leið og fólk verður stjórnsamt yfir henni að það er svona það trigger hana. Já, það trigger hana algjörlega. og þá er hún bara, oi, búið, bye Einmitt. Mér finnst það fucking Já, cool mér finnst það svo Sorry, ég bara það geggist það sem verður eitthvað, æ, fyrirgeð Nákvæmlega að bara cut the bracelet, hún bara kick him láta out vita hvað getur hún gert bara, þú ætlar ekki að stíla við þetta, fara það bara heim Líka bara, þú veist, það ætlar ekki að supporta það ég sé að fucking vinna Anyways Boy bye En þegar hún var 19 ára gömul þá svaf hún hjá kærastan sínum þú veist, það var ekki skrítið ekki frásögufærandi en Rick Solomon sem var kærastan hennar á þeim tíma Já. hún var 19 ára hann var 33 ára Já, 13 ára aldursmunur á milli þeirra og þau tóku upp eitthvað myndband bara saman sem átti bara að vera fyrir þeirra augu í rauninni og það var árið 2001 svo var það gefið út árið 2004 gefið út? Já Var það bara gefið út? Já í rauninni var það gefið út Var það bara premiere? Nei, sem er að þetta var samt skilur Var það viljandi published þá? Þetta var viljandi published að mér skildist samkvæmt þeim báðum eða? Nei, ok, ég ætla að segja það einmitt já, Rick Solomon var 33 ára þegar þau tókuð upp en 36 ára þetta kom út myndbandi átti aldrei að koma út og átti bara náttúrulega að vera fyrir þau það var gefið út af Solomon honum sagði sagt Tjókaði núna bara stuttu eftir að Simple Life var farið í lofti hættu og auðvitað geggju típa frábær, bara þú ert ekki að fá nú miklu athygli þú þarf bara að skemma fyrir henni skilur, að því að hún ég er með þetta af henni já. Hún er frægar núna að því hún er vinsæl núna, að því hún er í þessum þáttum þetta er svo algengt að núti já, það gerir svo reyða þetta er ekki rétt athygli þetta er mikið disrespect þetta er disrespect og þetta er afbrýðisemi 100% er það ég? Ég myndi segja og bara líka bara moneymaker, bara græðgi já, 100% hún er að græða pening, ég ætla að græða pening á þessu á henni, þetta er ekki svona fokkin hans peningar 100% og þetta er náttúrulega bara olli ógeðslega mikið svona fjölmiðla bara chaosi þú veist bara Hilton skilur líka hún var 19 ára í myndbandinu hún er bara korti frá því að vera ólöglega að vera þarna þetta er bara skellilegt, líka bara því að þetta er serían er ný skilur, þá er ennþá að fara að vera ennþá meira ennþá meira nákvæmlega og þú veist já, hann gefur þetta út svo segir Hilton, þú veist, hún vildi ekki að þetta kem út en hann víst gaf þetta út eða gaf einhverjum réttin til þess að gefa þetta út og þegar ég segi gefa þetta út þá er ég bara að meina að releasa þessu, skilur það var ekki svo skrítið að segja að gefa réttindin á því þegar þú ert ekki með samþykki beggja aðeila nákvæmlega er galið nákvæmlega,
svo var Hilton einhvern veginn að tala þetta Paris Hilton, og hún segir ég var alveg út úr því og ég vissi ekkert hvað ég var að gera á þessum upptökum myndbandsins og ég hef alveg heyrt utan að mér þegar ég hef heyrt tala þetta mál áður að það sé svolítið sjáanlegt ég hef ekki séð þetta sjálf þannig ég bara segja það sem ég minnir að hafa verið sagt að það sé svolítið sjáanlegt og hún sé svolítið bara svona undir áhrifum eitthvað, ég veit ekki hvort sem vímöfni eða áfengis eða hvað sem það hún segir þetta allan sjálf, ég var út úr því og hún samþykti ekki útgáfu á þessu myndbandi opinberlega glemdi líka að segja að myndbandið hét One Night in Paris oh my god líka, hvað að skýra þetta ok, anyways bara allt í kringum þetta sick en þá verður hann pirraður og hann kærir hana fyrir meinirði hættu þið kallaði meinirði jú. Já, fyrir það að hafa sagt skilur að hún hefði verið út úr því þannig að hann kæri hana fyrir það og þá kæri hún hann tilbaka af því að þú veist, hann gaf þetta út skilur en svo talað það er ekki vitað, það talað að þau hafi náð að sættast fyrir utan dómstóla okay. Þú veist, einhvern veginn hafi náð að sættast þar 2005, hvort það hafi ekki bara við fjölskyldan hennar en að þakka þetta niður, ég veit ekki my gísk og og sumir segja að Hilton hafi verið, þú veist, gefið $400,000 eða 55 milljónir króna sko íslenskar króna eins og það í dag ég veit ekki alveg hvað var mikið 2001 og en hún sagði þetta í viðtali árið 2006 já, þú veist, ég fekk aldrei krónu frá þessu myndbandi eða úr þessu myndbandi þetta bara skítu upp peningar og hann Rick Solomon ætti að gefa þetta allt til eitthvað góðgerðarstarfs fyrir kynferðisofbeldi eða eitthvað þannig satt að segja, ég hugsa ekki einu svona meira þetta ok, gott samt að hún sé bara hætt að hugsa þetta en ég man alveg pínu eftir þessu þetta kom út og svo svo bara annað fækt Pink, söngunan hún sem sagt gerði smá grína þessu í myndbandinu sínu fyrir lagi Stupid Girls já, ég man eftir þessu já. Það smá gróft það ekki? Jú, þú veist mér finnst það líka þetta eitthvað, augljóslega hvað það segir stúpid líka þetta ekki hún nei, og svo líka bara svona women empowerment, við hugsaum líka það skilur það var greinlega ekki að sama 2001 og í dag algjörlega ekki af því að ef að Beyoncé myndi gefa út lag núna í dag og verið bara eitthvað stupid girl og ég veit ekki, fara að gera grín af öðrum vinsælum stelpum í dag það ekki vel tekið það ekki lagi sko það ekki lagi nefnilega en þarna var þetta geggja lag og maður pældi ekki í því það geggja lag en þú veist já, algjörlega, þetta er gott lag en í dag var þetta ekki vinsælt nei það var eiginlega bara örgulega andstæðan bara smart girl, skilur ég sé, já en ég meina, þú veist hún tók upp myndband með kærastan sínum fyrir utan það, þú veist ef við ætlum aftur að bera þetta saman við nútíman og fortíðina, það lítur á miklu það er miklu öðru í dag að taka svona upp með kærastan sínum bara át á tækninni sem við höfum það eru allir bara með geggjaða myndavél og það er bara í símanum sínum þetta var örgulega tekið upp á svona þetta tekið upp á svona myndavél bara með svona tripod, skilur þú veist alveg að leggja smá vinn í þetta eða svona myndavél sem var svona löng með svona skjá sem kom út. Já, það var pottið þannig myndavél. Ég sé að finna þannig myndavél. Einmitt. Það var þessum tíma. Nákvæmlega. Og þannig ég segi, þú veist, í dag eru pottið eflaust mikið fleiri sem að... Já, og auðvitað að leka þig einhvern veginn, en þarna er þetta actually, þú ert að upplóta þessu yfir í tölvuna þína, yfir að brenna það á DFT-disk og gefa einhverjum að... Einmitt, og net er ekkert það vinsælt, þannig að þú veist, svo fór að selja þessa DFT-diska. Bara eintök. Shit, sko. Það er rosalegt. En já, þannig að þetta er málum með Paris Hilton. Tók þetta svolítið langt af því ég var að mynda að heyra þetta með myndin hennar en fannst það bara skemmtilega fægt sammála, ekki skemmtilegt nei, gaman að bæta í við gott mál, nei gott mál vá, hvað við erum já, ekki góður með orð þeirra akkurat núna í þessari umræði en í svona svipuðum Dúra hvað sem maður segir hver er Dóri? Ég veit það ekki var Dóra að gefa út kynlífsmyndband? Nei, ég veit ekki hver það er alltaf. Svona svipum Dúr þá er líka sögur J.Lo að það? Já. Það er vinkona mín, besta mín hún átti að hafa gert heimilvand með fyrsta eiginmann sínum og hver var það aftur? Hann heitir Oja Noah Ojani Noah, hann bara Kúbu minni mig og þau átti að hafa gert myndband í brúðkaupsferðinu sinni 97 ekkert af því bara ekkert af því bara eins og
fólk gerir örugglega. Ég hef ekki farið í brúðkaupsferð. Ekki heldur. Ég skal láta vita að ég gerir kynlífsmyndband ef ég fer í brúðkaupsferð. Ætla að láta mig vita? Já. Það er það? Já. Það er eitthvað skrítið. Ég er spennt að vita. Nei. Ok. Ég ætla bara ekki að horfa á það. Nei, ég ætla ekki að bjóða þér í eitthvað svona sýningapartí. Ég bara ætla að góðan tefóllið. Nei, ok. Tíu. Ok. Þetta var, já. En gefum út sem auka fyrir með tepáði OnlyFans. Ok, ég er hætt, já. Bara reaction-vídeó af mér. Og ég bara rasta. Ég hugsa bara atriði Friends þegar þú veist, Ross og Rachel horfðaðu tilbaka og voru bara, það yrði þannig. Ok. Já, hjálp, ok. Já, ok. Já, hún sem sagt, þau gera myndband í brúðkaupsferðinni sinni árið 97. Svo þegar þau hætti saman, þá reynir hann að birta það. Og hún bara fyrir mál við hann. Þetta er bara afbrýðsemi. Ég veit ekki hún er ennþá í máli við hann. Hæ? Já, samkvæmt þessum heimild sem ég var að lesa. Þau fóru ferðina 97. Já, þetta er ekki bara sexy myndband, skilurðu. Eitthvað hún að vera sexy. Eða eitthvað þau að gera eitthvað sexy, skilurðu. Þetta er líka bara persónuleg heima myndband, skilurðu. Bara hún að skamma mömmu sína fyrir eitthvað svona persónulegt og eitthvað vandamál sem hún var með og þetta er bara 11 tíma, DFD 11 klukktíma? 11 klukktíma sem hann er bara að reyna að gefa út. Pældi í þessu. Bara mjög persónulegar upplýsingar. Hann er ekki nóg með það að, hann langar bara að græða peninga á þessu. Það er bara mjög greinlegt maður. Og ennþá í dag? Alla samkvæmt þessum heimild sem ég var að lesa gæti verið að sé ekki. Já, ég er ekki viss. En samt bara sturla skilur að það sé, en hún er heldur hún sé ekki voru að greiða með eitthvað pening skilur. Jú. Og hann er samt ennþá að hóta þessu. Skilur, þetta er bara galið. Ég veit það ekki. Ég er örugglega eitthvað settlement sem var gert fyrir löngu, en Já. Þetta er svo leiðilegt. Þetta er ömurlegt. Þú veist, líka bara kvíðanum sem myndast hjá henni að hann sé með eitthvað svona efni og er að, þú veist, blackmailinni með því, skilur. Bara hræðilegt, sko. Jesus Christ. En þetta hefur aldrei komið út? Nei. Ok, það er þó samkvæmt þessum heimild sem ég er að lesa og var búin að lesa. Næsta sem ég er með er náttúrulega bara myndbandið Superstar sem er Kim og Ray J. Heitir það Superstar? Já. Ekki vissi ég það. Heitir Superstar nefnilega. Já. Og þar var Kim Kardashian verst eins og hún heitir í dag en hét bara Kim Kardashian þetta. Já. Og Ray J eða ég vissi ekki hann héti þetta í alvörunni, hann heitir Willy Norwood. Nei. Willy, sko. Little Willy. En þau voru náttúrulega bara par. Já. Og samkvæmt því sem ég náði að skilja úr öllum þessum þú veist, það var svo mörg áskrifið einhvern veginn niður á mismunandi heimasíðum þannig að það sem mér sýndi sig vera oftast verið að þau voru saman on-off 2005-2007. Já, ok. Kynntust samt mikið fyrr að því að hún var stílistinn fyrir systur hans Ray J sem er eitthvað svona söngkona eða eitthvað tónlistakona. Svo var myndin gefin út, myndin Superstar myndbandið þeirra. Þar var hún gefin út af Vivid Entertainment. Og það var með henni samkynþyki þá? Nei. Fyrst, hvað er málið með þetta? Ég veit ekki, þau sögðust Vivid Entertainment sem er eitthvað svona útgáfi fyrirtæki greinlega. Það var keypt myndbandið frá þriðja aðila fyrir $1,000,000. En hver gefur þeim réttindinni að kaupa þetta af ykkur sem á þetta ekki eins og niður? Sko það er náttúrulega bara spurning þarna er eitthvað svona spurning sem við fáum aldrei svarað í rauninni að því að gaf Ray J seldi Ray J þetta. Ég held að hann hafi sagt, ég er ekki viss en ég held að hann hafi sagt einhvern tímann að það hefði ekki komið frá honum. Hún að mig minnir þá týndist einhvern tímann myndavélin og einhver fann þetta að mig minnir en þetta var alveg þannig, þetta enda í vitlausum höndum hvort sem það var á Ray J eða einhverjum öðrum eða ekki vitlausum höndum fyrir eftir hvernig að horfa á þetta og var selt til þessara útgáfi fyrirtækis Vivid Entertainment sem hefur greinlega bara sett þetta á DFT og selt þetta síðan í svona. Var ekki rúmur að Chris okkar hafi það er alltaf eitthvað rúmur að Kristján hafi gert allt á bak við allt saman. Ég stór efa það. Ég tek það með mér alveg í gröfuna sko að ég stór efi það
mun aldrei trúa því. Ég ætla ekki að trúa því, bara... Nei, ég mun aldrei gera það bara, þú veist, sorry, I don't. Og en í febrúar 2007, áður, þú veist, myndin kemur út 2007 í mars, þú veist, í febrúar, þá kærir Kim Kardashian, eða bara Kardashian, Kim Kardashian, kærir Vivid Entertainment fyrir invasion of privacy og fyrir, þú veist, að hafa í rauninni grætt vera að fara að græða á þessu myndbandi og að þau eigi það. Svona ownership of the tape, skilur. Pældi að vera bara eitthvað að þetta gerist fyrir þig og það er bara eitthvað bara útgáfa fyrir þetta sem á myndbandi og þú átt engin rétt á því. Svo er sagt, veit ég hvort þetta er rétt, að hún hafi droppað kærunni og ákveði bara svona settlement, ég veit ekki hvað er í íslensku, bara svona tók eitthvað skonar bara peninga í staðinn. Já, þau bara sættust. Já. Hún hafi tekið $5 milljónir. Já. $5 milljónir. Þau keyptu þetta á 1 milljón. En þau hafa grætt svo helvíti mikið. Einmitt, þetta er örugglega vinsælasta svona celebrity myndbandið sem er til. Já, örugglega þetta og París. Já. Þetta er allavega einu sem ég vissi af áður en við byrjaði eitthvað að skoða þetta, sko. Einmitt. Já, þetta er alveg 100% með þeim vinsælustu, sko. En náttúrulega bara Kim var ekki þekkt áður en það gerðist. Nei. Þannig séð, hún var þekktust fyrir það að vera dóttir Robert Kardashian sem var í O.J. Simpson málinu. Og besta vinkona París. Og náttúrulega myndin hana París kom út þarna, þið skiljið hvað ég meina. Já. Það var gefin út árið 2004. Þetta kemur nokkrum árum eftir. Svo hefur verið svona alls konar samsæðiskenninga varandi það, þú veist, hefur hún gert þetta sjálf til þess að reyna að ná og hún sá náttúrulega fjölmiðla sem gekkum með París sem gerst þetta París stutt eftir þetta sama ár held ég meira að segja ekki viss, held ég meira að segja hún að það fengi keeping up samningin. Já, meinar. Þannig að þú veist maður veit aldrei. Ef það var þannig bara, ef hún vill að þetta sé að það bara hennar. En hún viðurkenndi síðan í Keeping Up, bara núna 2018 að hún hefur tvisvarsinnum tekið sem sagt, veit ekki íslenska orðið yfir ecstasy, epilla. Já. Er ekki epilla? Það ekki. Það er bara dope, skilur. Já, bara 100%. Hún hefur tvisvarsinnum tekið epillu á ævisinni. Og það var fyrst þegar hún gifti sig fyrst. What? Ekki Chris Humphries heldur áður, hún var gift öðrum manni áður. Já, ok. Þegar hún gifti sig í Vegas Vegas bara eitthvað svona, þú veist, hvort hún hafi ekki verið á milli 18 og 20 ára, bara ung, sko. Það er nefnilega ekki svona líkt henni? Líkt einhverjum líka bara taka ecstasy á wedding day held ég eða ég veit það ekki. Nei, maður veit ekki. En hún sagðist, ég hef tvisvarsinnum tekið ecstasy, fyrst þá gifti ég mig og svo í annars skipti þá tók ég upp kynlífsmyndband. Já. Og þá hefði mér sagðið skottis ekki í þáttunum, veitu, varstu á epillu í þessu myndbandi? Hún alveg, já, og sko ótrúlega margir segjast sjá það því að apparently, hún segir að kjálkin hennar sé allar að hristast til í myndbandinu. Oh God. Svakalegt. Hefur séð þetta myndband? Já. Hefur? Já. Ég hef ekki séð það. Nei. Mér langar ekki séð það. Nei. Mér finnst það bara eitthvað svo skrítið að horfa á þetta því ég bara svona held að hún vil ekki að fólk sé að horfa á þetta, skilur. En ég skil samt alveg forvitnin að kíkja á þetta. Ég veit ekki, ég gerði það er alveg svolítið langt síðan, sko. Ég var alveg yngri. En horfður á það allt í gegn eða skorlaður bara svona í gegn? Nei, þú veist, ég var ekki að horfa á þetta eitthvað fyrir svona eitthvað þannig purpose, skilur. Nei. En það var bara forvitni. En þá fannst mér gett eitthvað svona, það er alveg gett áhugavert að Rachel til dæmis, þú veist, það er alveg brotið í þessu sem hún er bara á kaffi og sem Rachel hann er bara að taka upp á myndavélina sína. Já, ok. Þú veist, það er ekki... Þetta er bara alveg bíómynd bara. Já, þú veist, það var ekki allt eitthvað inn í herbyggi, þú veist, hjá þeim, að mig minnir, það er rosalega síðan, en nei, ég held ég hef ekki hort á þetta allt í gegn. Nei. En ég sá brot og brot, bara svona, ok, þetta snýst þetta bæ, skilur ég? Já, bara svona kíkja, what's it about, já, skil. En það er einmitt eitthvað svona brot, þú setja eitthvað þar, þú veist, hún er bara með sólgleraugu sín og eitthvað svona, hann segir eitthvað svona, Kim, what do you want to say to your fans? Og þessi setning hefur oft verið haldin fram að því að hann segir þetta, að þetta sé viljandi. En kannski hún heldur hún bara að hann sé að djóka, skilur, en kannski hann þarna byrjar að plotta þetta. Kannski. En kannski þið bæði að plotta þetta. Kannski. Nei, veit ekki. En kannski þetta líka bara eitthvað svona algjör stjók. Ég var alveg tekið myndband af, þú veist, ég veit ekki, og sagt svona, hvað heldur segja fólki sem er að horfa þegar þú ert bara að taka þetta upp á kameról og þú ert að djóka? Nákvæmlega. Þannig að þú veist, goes both ways. Algjörlega. En ok, hvað segir þú? Hvað ert þú með? Út frá þessu, þá langaði mig að segja að það var sögur Kanye West. Ok. Mögulega með Kim,
en Ok. ekki veit Ok, þetta líklegt að þetta var í gangi bara út allt bara svona on the low, skilur Ok. en þetta lag aldrei út nei og en það var svona staðfest að þetta væri einhvers staðar og væri verið að svona bargaina þetta, þú veist, að væri selja til. þetta, skilur Já, og þú veist, maður þetta er laginu Real Friends með Kanye já, já. þegar hann segir Að Pablo, ha, að Pablo-blöðinu já, uppálds Elska I had a cousin that stole my laptop that was fucking bitches on paid that $250 just to get it from him manst ekki eftir þessa línu Rétt, jú það sem hann er að segja að einhver frændans eða einhver Hann stilaði sér stólið á þessu Já. fartölunni og hann þurfti að borga hann $250 til þess að fá það tilbaka Já, ég man svo vel eftir þessu línu þessu plata kom út, Já, eða ég lag líka. kom út og við rættum þetta og við vorum bara, hvað er hann að segja? já, Er hann að meina þetta? einmitt Þannig þetta Maður veit aldrei með Kanye, skilur Nei, einmitt En þú veist, En, já, þarna einmitt en það var svona E.T. staðfesti þetta að það var verið að reyna að selja kannski til þeirra, skilur kannski vildu þau bara ekki kaupa það eitthvað þannig eða já. voru að bjóða á hátt verð Einmitt, og svo hafa þau náttúrulega bara náða að borga þeim miðlum sem hafa verið að reyna að kaupa þetta nógu mikið pening til þess Já. að þakka það niður, Ég skilur kannski náða líka bara strax bara að borga hinum áður tilbúin fyrir gegn Shit Það er rosalegt, þú veist, að stela svona stela bara af einhverju sem þú þekkir Já, í þessum nákvæmlega. tilgangi að græða pening Nákvæmlega. Svo náttúrulega líka, þú veist manst ekki þegar get margir símar hjá get frægum voru hakkaðir Kim var til dæmis eina af þeim Já, og þá ákvað hann að gefa út selfie-bókina já, og gaf út allar nektarmyndar af sér sem hún hefði tekið bara eitthvað heima á sér að því hún segi, ég ætla frekar að gefa þær út heldur en einhver annar, skilur einmitt. það var bara geðvikt Já, múf geggjamúf geggjamúf, þannig að þú veist það geti einmitt líka að vera eitthvað svona Algjörlega. frá því, skilur það Kannski- var hún með Kanye á þeim tíma Já, kannski hafi verið einhverja myndir sem hann hefur náða að taka út af þannig sem áður þá líka gæins kannski, einmitt svakalegt, en líka þú veist það kemur ekkert óvart ef að Kanye og Amber Rose hafi gert eitthvað Gæti verið þú veist, Nei. það kemur ekkert óvart Nei. þau eru bæði svolítið svona, þú veist voru þegar þau voru opin, þú veist, þegar þau voru saman þú veist, þá voru þau svolítið svona opin berum kynlífi sitt, skilur Já, algjörlega en eins og ég segi, það er ekkert skrítið að taka upp myndavælega að það gerir eitthvað fyrir því, skilur Nei, bara alls ekki bara gera það sem við vilji Kallega, herru, svo er ég með eitt hérna gamalt og gott Hvað ertu með? Pamela Anderson og Tommy Lee Já, ég er búin að heyra af þessu það, Hver er samt Tommy Lee? Er það það var hérna maðurinn hennar og Tommy Lee, ég held hann sé hann er eitthvað tónlistamæður Já, hann er, þú veist, hann er tónlistamæður akkur að mér minnir hann hafi verið að spila á hérna já, hann var í Mötley Crüe ok Já. hann var, einmitt, þetta er rætt sem það sem ég myndi hann hafi verið, þú veist, spila á trommur Já, hann já, er sem sagt já. trommuleikari í hérna eða var, ég veit ekki hvort það Mötley Crüe sé enda til, skiptir ekki máli en hérna hann var allan á trommuleikari þar og hefur Já, ok var örugglega að syngja eitthvað líka og hann gerði pott fyrir Já. fleira sem hættir að finna út Og þau voru saman eða þau giftu sig Ok og þau einmitt tóku upp kynlífsmyndband í hérna sinni brúðkaupsferð Já, árið 95 og svo var því myndbandi stólið frá hættu heimilið þeirra Hættu bara brotist inn til þeirra, já Ertu sett ekki á með? internetið og bara væral Og bara einhver bara einhver Bara einhver sem braust inn til þeirra til þess að gera þetta Já. Almáttugur og þetta var eitt af fyrstu svona stjörnu kynlífsmyndbandi sem lag á netið Úff og hérna og hún náttúrulega kærði veist, það er alltaf eitthvað sem þarf að dreifa þessu þannig að þú veist, einhvers konar video distribution company sem þarf að dreifa þessu Já. hvort að sé, þú veist, einhvers konar klámsíða hvort að, þú veist, það væri YouTube í dag eitthvað, þú veist, þú getur alltaf, þannig að hún kærði fyrirtæki sem að dreifði myndbandinu á þeim tíma en svo einhvern veginn náðu þau bara að sættast, þannig að hún kæran fór greinlega ekki í gegn. Það er alltaf þannig Það er alltaf settlements Kannski hugsaðu bara ok, þú En veist þetta er samt svo mikið brot þetta er svo mikið brot en hvað, þú veist, þú kærir hann ok, hann fær einhverja ég veit ekki alveg hvernig kærur virka en að samanskapi, ef þetta er komið á interneti er svolítið erfitt að stoppa þetta Kannski ekki þessum tíma kannski ekki, En ekki. kannski vildi hann bara sleppa þessu og ekki fara lengra með málið nema með settlement já, og þá er bara ok, ég tek því frekar skilur já, nokkla, 100% Ég held að settlement sé aldrei gott fyrir mannskinu sem er að lendi í þessu nei, held nema að það er- því að finnst peningurum bara vera þessi virði Já, Ég veit þú veist, ekki. ég held að það sé alltaf betra að fara með allt svona lengra en ég held að það sé svona, þú svona smá neittur í Já, örugglega já, að settla
Ég veit það ekki. En kannski færi þá bara beint pening og vill bara ekki tala með mér og bara klára þetta. Í staðan fyrir að það fari í bækurnar, skilur. Einmitt, ég er náttúrulega bara ekkert viss, skilur, en það virðist vera eins og öll þessar mál sem við höfum rætt, að fólk hafi einhvern veginn settla með þetta, en kæra hafi ekki farið lengra. Það er bara eitthvað spurningmerki fyrir mér. Ég skil ekki alveg af hverju það er ekki hægt að, ég bara, voru lögfræðingar að segja, var það bara þeim tíma fyrir ekki það er bara kannski ómögulegt fyrir að vinna þetta. Já. Skilur, var það málið? Ég veit ekki. Gæti verið, ég bara ekki klárað því. Nei, svo talaðum hérna að teipið sé, það er ennþá ekstra á netinu, en sé bara available fyrir, þú veist, fólk sem er kannski að borga aðgang að ákveðnum síðum. Bara svona eins og OnlyFans. Já, svo OnlyFans. Minn. Já. Og þetta var hvað ár? Hérna, þau tókuð upp 95. Já. Veit ekki alveg hvenær þetta lag á neti. Ég væri til að finna það. Já, þetta er nefnilega svo langt síðan. Bara svona, hvernig er þetta til á netinu? Var þetta lagið á netinu eða lagið þetta í bara spólu, bara gömlu góðu? Nei, þetta er lag á netið. Já, ok. Það er lag á netið, sko. Það var alveg þannig. Netið var alveg komið. Já. En þú veist, þetta er líka alltaf selt, held ég, sko. Já. Þú veist, mannst ekki, við munum náttúrulega ekki eftir, en maður við séð bíómyndum það sem hefur verið svona bíóleigur, eða þannig, já, það er svona og það er svona auka herbyggi sem er fyrir svona myndir, eða svona X-rated movies. Já, nákvæmlega. Þú veist, þetta var líka leikt á þannig stöðum, sko. Já. Held því. En upprunalega lagat á netið að mér skilist, ég reyna að sjá hvernig það er eins og það hefur komið út 98. Já, ok. Þannig að það er alveg mjög langt síðan. 3 árum seinna, já. En er það ekki svona stórt tímabil fyrir Pam á þessum tíma? Jú, og bara þetta gerist alltaf á svona pík tíma. Já. Nema kannski með Kim, já, 100%. Hún fór að píka eftir á. Já. Sem bara, læra af þeim mistökum. Já, ég veit. Bara taki þetta einmitt. En, fyndi ég allir komin á IMDb. Já. En þessi mynd hét Stolen Honeymoon. Það er bara nöfn á þessu. Bara featuring og þú ert bara þetta ekki að fara á þessu. Það stendur líka bara svona cast overview, Pamela Anderson, acting herself. Bara góðir. En hún fekk bara 4,9 IMDb. Það er alltaf lélegt að rate. Já, Kim fekk hún er fyrir neðan í svona related, eða svona more like this. Hún fekk bara 5,4, sko. Ég held að þetta sé reita eftir bara fólk sem er reitt, skilur að það eigi ekki að vera á IMDb. Ég ætla rétt að vona það. Ég ætla rétt að vona það. Ekki að það hefði verið eitthvað, gæðin hefði mátt vera betur þessu. Nei, mitt. En sjálfsög. Lýsingin er ekki nógu góð. Nei. En já. Þetta er alltaf skrítið að sé á IMDb. Það er alltaf IMDb. Er það? Ég held að það væri svona mjög fancy miðl. Þú veist, þú getur nefnilega alveg sett inn, þú getur alveg búið, ég get bara núna að fara eftir og búið til svona veina, skilur bara, biografi þig, ekki verið þú, en ég geti bara búið til. Getur fólk bara fara að reyta mig? Sem leikara, þú hefur leikið ykkur, já. En ég hef ekki að leikið, getur þú búið til prófál? Ég veit ekki. Það þarf eitthvað að vera búin að prófa þig, að ég held. Já. En ég veit eins og Aron, bróður minn, hann er náttúrulega með hann hefur leikið nokkrum bíómyndum. Já, hann hefur leikið nokkrum bíómyndum og hann er með bara svona sjálfa sig ég vil ekki tengja henni þetta málefni en en að þið voru on the topic of IMDb ég rugsa alltaf hann er bara með svona actor profile og hann var bara komin upp, það var enginn sem ég veit sem að bjó til þann profile, en ég gæti bara skrifa hann. Já, ok. Og ég skrifaði bara svona, ég er búin að reyna að breyta þessu að ég var að grínast. Fyrir að skrifa eitthvað í alvörunni? Já. Og er það bara fast? Já. Og ég reyna að breyta þessu og Hildur senda mig daginn eitthvað, fyrst að getur breyta þessu eitthvað, þetta er ekki alveg nú að prófa ef ykkur að reyna. Hvað stendur? Ykkur að reyna að ráða hann, stendur eitthvað svona, his favorite sibling is Birta Líf. Ég var bara að grínast. Enginn nema þú. Ég var bara að djóka og ég held að þetta er það ekkert samþykkt. Ég er búin að reyna að breyta þessu tilbaka. Oh my god. Sorry, Aron. Þetta er ógeðslega þetta. Þannig að já, IMDb er ekkert alveg það er ekki svoleiðis, þetta er bara svona basically sem Wikipedia eða eitthvað. Svolítið, sko. Já, ok. Svolítið, já. Skrifar eitthvað meira að það? Er það búið? Það stendur. Ég skrifaði bara eitthvað svona ég skrifaði fyrst bara venjulegt born in Reykjavík
Hann er trúlega þínar hendur. Ég veit það ekki. Þegar ég sá bara svona, hann er með prófæl. Það er ekkert um mig. Og ég skrifa ekki eitthvað um það. Þetta er ógeðslega fyndið. En þetta er bara umulegt, skilur, ég er að reyna að breyta þessu. Sorry, Aron. Er Aron brjálaður yfir þessu, eða? Nei, hann er aldrei sagt neitt. Hann hefur bara hlegið en Hildur senda á mig daginn eitthvað svona, við þurfum eiginlega að breyta þessu. Ég er svona, já, ég held að þið getur breytt þessu. Svo er þetta ekki breytt. Þetta er bara ennþá svona? Já, stendur hérna IMDb Mini Biography by Jón Jónsson. Ég hef gerðilega skýrt með það. Nei, mjög frumlegt. Já, ég var að fela sjálf mig en baka þetta. Það er rosa erfitt að fatta hverju að skrifa þetta. Allan að þetta þarf að breytast. Nei, mjög svo gott svona. Já, ertu með eitthvað annað? Ekki, nei, ég er ekki með neitt. Nei. Það voru svo mörg nöfn sem ég bara þekkti ekkert. Já, það var rosa mörg nöfn sem ég þekkti ekki, sko. Ég skrifaði Hulk Hogan. Já. Hann bjóð til with his best friend's former wife. Wow. Sko, ég veit ekki mikið Hulk Hogan nema hann sé bara eitthvað svona Hulk? Já, hann er bara svona stór og stæltur eða ég er eina sem ég veit. Er hann Vaxtaræktarmaður, er hann leikari, örugglega bæði. Hann er örugglega bæði, sko. Já. Hann er wrestler. Já, hann er svona okay. Er það glíma á íslensku? Örugglega ekki glíma. Nei, glíma er íslensk, sko. Glíma ekki alltaf svona meira svona ekki jú. rosalega bölkað. Nei, það er rétt. Hann er eitthvað svona wrestler allavega. Bardagakaffi. Og er bara ógeðslega mikil karakter. Þú veist, ef þið eru að horfa og sjáu myndanum og þið veitir nákvæmlega hvernig þú eru að tala. Já. Ef ekki pröfa að googla hann, þið veitir nákvæmlega hvernig þú eru að tala. En hann gerði þess að kynlífsmyndband með þess að besta, fyrrverandi konu besta vinsins. Fyrrverandi konu besta vinsins. Það er rosalega flókið. Nei það? Já, nei, ég fannst þetta. Já, ég var svona að reyna. Það þetta? Já. Nei. Þetta er langur listi, en þetta er rosalegt. Já. Þeir eru ekki besti vinnur í dag. Ég var það. Ég myndi ekki halda það. Maður veit aldrei. Þau lifa öðruvísi lífinu, sko, núti. Það er eiginlega svolítið svoleiðis. En þetta var einmitt, það eru hellingur af öðru fólki sem hefur gert svona. Og örugglega, ekkert örugglega, það er svo mörg sem hafa gert þetta og hafa ekki bara lekið, skilur við, hefur ekki farið neitt fyrir neitt annan til þess að sjá. Langflest og þannig er það yfirleitt. Nákvæmlega. Þannig yfirleitt á það að vera, nema að þú er sérst fyrir eitthvað annað. Já, nema þú vilja gera eitthvað annað, skilur við, nákvæmlega. En og pottitt lekja af fleirum eins og við segjum, þessi list er ekki tæmandi, en þetta eru svona nöfnin sem við þekkjum og kannski svona aðeins í kringum það. Algjörlega. En svo hafa líka bara margir í Hollywood sem eru þekktir í dag byrjuðu fyrir sinn á svo smá softporni, sko. Já, ok. Og eru síðan frægir í dag og ég meina, fólk gerði það sem þurfti að gera á þeim tíma. Bara, you do you. Og ef þetta er nákvæmlega frægast á línun okkar. You do you, sko. Og ef einhver vill gera þetta og þú veist, og það kom þeim á einhvern geggjan stað í dag, hey, I don't blame, sko. Nei, bara alls ekki. En þetta er bara svo les. Já. Það er skemmtilegt. Skemmtilegt, já. Skemmtilegt er bræðinni. Það var, já, stutt og laga gott. Já. En en samt sem það var mjög gott. Sammála. Og ég veit ekki hvort við gerum einhverjum mistöku þessum þætti. Það er alveg pottet. Ég vona að lenda þér en ekki mér. Sem ég komið með 3 stig. En annars sjáumst við bara í næstu viku. Já.